getum að þetta er ekki Geeks í dag. Ég að fara að gera review á Pro Tactec. Tactec, ég alveg gerði Pro Tactec. Stendur aftur svona real wood board, foam grip tape, soft geometry, grippy wheels, rubber bushings. Seems legit. Og síðan er ég með þennan pakka hér. Þú veist, kuttbretta vinir mínir. Það eru tveir. Já, vinir, ok. Já, einn vinur minn, hann er með Pro eins og ég og hann hatar Tactec. Hann alltaf finnir sig Tactec á hérna. Oj, Tactec! Ef þú ert orðið að þú viskar þér. Þú veist að þú ert þú. Come on, man, þetta er childhood okkar, come on. Og já, ég er að fara að unboxa þetta. Þetta því að, já, mér langar bara að testa Tactec þetta því að ég hef ekki testað Tactec í langan tíma og ég á engan enn Tactecs. Svo já, byrjuðu sér. Ok, svo eins og þið vitið, ég sinns í djunni þá að unboxa í þetta. Eða þar næsta ég múið lengi. Og já, en ég er að geyma, hvað? Ég er að geyma öxlar. Hérna er ég að geyma dekk, skrúfur og bolts og síðan hér er ég að geyma öll puttabrettið mín. Main puttabrettið mitt, annað main puttabrettið mitt, annað main puttabrettið mitt og annað ekki main puttabrettið mitt. Svo já, ég er að bara kompera þetta puttabretti, fókus. Þetta puttabretti við þetta puttabretti sem er Tactec, Pro Tactec puttabretti. Svo já, eins og þið vitið, ekkert erfitt að gera tricks á þessu. Eins og þið vitið, það er ekkert erfitt að gera tricks á þessu. Tók mig ekki 25.000 tries. Já, og svo ætla bara að byrja að unboxa þetta. Þetta. Það er bara basic, sko. Ekki mikið eftir að gera á þessu, en fyrir að setja grillsefið á. Greið, let's go, ég fikk þetta fyrst ræði. Ok. Hérna. Ég ætla aðeins að... Wow. Þetta er ekki mjög sko. Ok. Þetta er mjög gott puttabretti. Ef þið eru að reyna að fá beginnerbretti, þetta er mjög gott, ég myndi fá það. Þetta er ekki dýrt fyrir 1.500. Bara láta geta eitt svona bretti kostar 1.500 ef ég keypti pakkaði. En já. Síðan er ég með öll hin brettin sem eru hér. Svo já, ég ætla að setja upp öll þessi bretti og etc. Svo já, ég ætla að setja upp þessi bretti og já, sjálf þegar ég er búin að setja upp öll brettin. Oh my god. Klukkan er núna 20 mínútur í 3. Ég byrjaði þetta klukkan svona 2. Það tók mér 25 ár til að ná dekkunum á 12 öxla. Hvað er það? 1, 4... Það eru 8 öxlar. 12 dekk.
2 klukkutíma. 1 klukkutíma. Come on man, Jesus Christ. Allavega. Þetta hér er það sem var pre-built. Og zoom inn á allt. Sjá þetta. Síðan þetta. Síðan þetta. Og síðan þetta. Okay. Þannig ég ætla að testa þetta bara á þetta reil. Þetta er fyrsta. Finally. Komin að prófa puttabrautin. Protect puttabrautin. Sjáum hvernig þetta virkar. Ég hef séð margir YouTuber að unboxa þetta. David Jones, Andy, bla bla bla, hvað sem hann heitir. Okay. I mean, þetta er ekki bad. Og ekki þetta ferða þessu. Ok, ég ætla að heldur að vera þetta. Alveg átti að vera þessi en ekki þetta. Ég ætla að laga það. Þetta er afíbrandi. Það er ekki hægt að deyja. Ef ég segi sjálfur, þetta er gott puttabretti. Þetta er alveg mjög gott puttbretti. En dekkin, það er ég alveg ekki hægt að eins og þessu. Þessu. Það er ekki hægt sko. Ef þið kaupið þetta, kaupið líka venjulegt putabretti, venjulegt dekk, ekki Pro og breytið dekkinum á ekki Pro putabretti og á þessi, því það verður miklu betra. Annars, þetta er mjög gott putabretti. Sterkt. Þetta er alveg gott griptip, þetta er ekki besta griptipi en þetta er alveg gott. Svo já, ég ætla bara að gefa ykkur eitt lítið recap yfir allt. Pro putabrettið. Venjulegt. Svo pre-built. Yellow Edition Zero. Focus. Yellow Edition Zero sem ég byggti. Þetta er Zero Thomas, hvernig þetta er, byggti sjálfur. Síðan þetta, svart Zero. Ef ég segi sjálfur, þetta er alveg góð putabretti sko, en allavega, takk sem góða og sjáumst í næstu vídeó. Peace.